Samskipti Breta og Íslendinga fór í frost á einni nóttu þegar Bretar gripu til harðra refsiaðgerða gegn Íslendingum. Hryðjuverkalögum var beitt á Ísland, fyrst vestrænna ríkja og eignir frystar. Við rekjum þetta ferli hér á eftir og birtum símtal þar sem þeir Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands, og Árni Mathiesen, fjármálaráðherra Íslands, ræddu málið, en símtalið sagt ástæða þess að Alistair Darling kom fram í breskum útvarpsþætti og sagði Íslendinga ekki hafa neinar áætlanir að standa við skuldbindingar vegna Icesave-reikningana. En við byrjum á símtalinu margum rædda milli fjármálaráðherra Íslands og Bretlands og rekjum forsögu þess. Helgi og Sigmar hafa skoðað þetta mál. Forsagan hefur verið nokkuð á reiki. Vitað að breskir ráðamenn töldu að Íslendingar ætluðu ekki að standa við skuldbindingar vegna innlánsreikninga á hinum svokölluðu Icesave-reikningum. Reikningarnir voru í formi sparisjóðsbóka í sérstöku útibúi Landsbankans í Bretlandi, en vitað að íslenska fjármálaeftirlitið og það breska höfðu átt í viðræðum sem miðuðu að því að gera sérstakt dótturfélag í Bretlandi úr útibúinu sem þannig hefðu lotið breskri forsjá. Þannig hefðu innistæður fallið undir þarlenda tryggingasjóði en ekki íslenska. Í fréttaskýringu Þórðar Júlíussonar í Morgunblaðinu á dögunum kom meðal annars fram að viðræður yfirfærslu reikningana hefðu gengið illa. Landsbankamenn höfðu náð miklum upphæðum inn á þessa reikninga sem gáfu háa innlánsvexti og nýttust við fjármögnun bankans víða Evrópu. Enda lagði bankinn mikla áherslu á að fjölga reikningum frá því fyrirtækið hóf viðskipti með þá í október 2006. Í árslok það ár voru viðskiptavinir orðnir rúmlega 60.000, en voru þegar bankinn fór í þrot 220.000. 7. október síðastliðinn var aðgangi að reikningunum lokað og þá gátu sparifjáreigendur ekki komist inn á netreikningana sína. Talsmaður bankans í Bretlandi fullyrti þá að tæknilega örðugleika væri að ræða. Bankinn var hins vegar komin í þrot. Gríðarleg reiði braust út meðal sparifjáreigenda í Bretlandi sem margir töldu sig hafa tapað og töpuðu líklega háum upphæðum. Vitað að Bretar höfðu haft áhyggjur af tryggingasjóði innistæðueiganda á Íslandi og því hvort hann megnaði að ábyrgjast innistæðurnar á Icesave-reikningnum. Bretarnir töldu og telja raunar enn að Íslendingar eigi skilyrðislaust að ábyrgjast innistæður nærri 500 milljörðum króna. Ljóst var að tryggingasjóðurinn íslenski stóð ekki undir því, þó leitaði verið líkum að því að eignir bankans kunni að slá nærri þessari tölu. Vonandi duga nú eignir bankans í Englandi langleiðinni að borga þetta. Það næsta sem íslenskur almenningur heyrði hins vegar á málinu rétt eftir að þjóðnýting bankans var ljós voru þessi viðbrögð breskra ráðamanna nánar tiltekið 8. október. And as people will now know, we are taking legal action against the Icelandic authorities to recover the money lost to people who deposited in UK branches of its banks. The Icelandic government, believe it or not, have told us, they told me yesterday, they've no intention of honouring their obligations here. And a lot of British depositors have money in that bank. That's right. Yeah. Now, because this is a branch of a foreign bank, the first call would be on the Icelandic compensation scheme, which, as far as I can see, hasn't got any money in it. Í fyrstu var ekki ljóst hvað var til þess að breski fjármálaráðherrann tók svo sterkt til orða í viðtalinu við BBC Radio 4. Morgunblaðið hafði í þessu sambandi eftir Alistair Darling orðalagið They are not going to pay daginn eftir viðtalið, sem útlegst einfaldlega á íslensku, þeir ætla ekki að borga. Þrátt fyrir ítarlega leit hefur Kastljós ekki fundið viðtal við Darling frá 8. október þar sem þetta orðalag notað. Það finnst hvergi í umræddu viðtali við BBC Radio 4. Hins vegar segir Darling í því viðtali orðrétt. The Icelandic government, believe it or not, have told us, they told me yesterday, they've no intention of honouring their obligations here. Tvennt hefur verið talið til sem ástæðu þess að breski fjármálaráðherrann orðaði hlutina með þessum hætti. Annars vegar þessi orð Davíðs Oddssonar seðlabankastjóra í Kastljósi að kvöldi 7. október. Við erum að ákveða að við ætlum ekki að borga erlendar skuldir óreiðumanna, skuldir sem menn hafa byttu við, menn sem ekki geta borgað, eru på gamla máta taldir óreiðumenn, það lærði ég hjá ömmu minni. Við ætlum ekki að borga annar mannar skuldir. Við ætlum ekki að borga skuldir bankana sem hafa farið dálítið gálist. 2 dögum síðar, þann 9. október, birti Morgunblaðið frétt með vísan til heimilda innan úr breska fjármálaráðuneytinu. Þar var fullyrt að það hefði í raun verið símtal milli Alistair Darling, fjármálaráðherra Bretlands og Árna Mathiesen, fjármálaráðherra, sem hafi orðið til þess að Darling teldi að Íslendingar ætluðu ekki að standa við skuldbindingar sínar. Símtalið fór fram snemma dags 7. október, sama dag og viðtalið við Davíð var birt. Í viðtali við Vísi 9. október, sama dag og frétt Morgunblaðsins birtist, hafnaði Árni frétt Morgunblaðsins og útskýrði samtal sitt og Darling með eftirfarandi hætti.
Ég sagði Dalning í þessu símtali að við myndum standa við okkar skuldbindingar. Til viðbótar því myndu stjórnvöld sérstaklega styðja við sjóðinn en ég benti á að við hefðum verið að gera breytingar hér til þess að setja innistæðu eigendur í forgang til þess að leysa úr þessu og koma í veg fyrir vandamál. Í viðtali við Kastljós sama dag sagði svo Árni þetta símtali við Dalning. Já, við tölum saman að þriðjudagsmorguninn og þá sagði ég honum að við stæðum við okkar skuldbindingar samkvæmt direktífinu í EES-samningnum og að ríkisstjórnin hún myndi styðja við tryggingasjóð innlána og við höfum nóttina áður samþykkt löggjöf þar sem að innistæður væru settar í forgang sem ætti að tryggja stöðu þeirra og að við vildum leysa þetta mál og ekki láta þetta vera ágreiningsefni á milli okkar. Og þetta samtal var mjög kurteisislegt og yfirvegað og endaði á því að við ætlum að vera í sambandi áfram. Þannig að ég get ekki ímyndað mér að þetta samtal sem slíkt hafi verið tilmyndi til þessara aðgerða. Kastljós hefur nú undir höndum útskrift af samtali fjármálaráðherranna tveggja þennan örlagaríka dag 7. október. Við heyrum nú samtali lesið upp frá orði til orðs í íslenskri þýðingu. Árni Matthísen hér fjármálaráðherra. Sæll, svarar Alister. Við hittumst fyrir fáeinum mánuðum vikum víst. Árni svarar, nei, reyndar höfum við aldrei hist, þú hittir viðskiptamálaráðherra. Einmitt afsakaðu. Ekkert að afsaka. Alister segir, þakkaði fyrir að taka síman. Eins og þú veist stöndum við frammi fyrir miklum vandræðum vegna Landsbankans. Hann með útibú hér og á innlánsreikningum þess eru 4 milljarðar punda. Því hefur verið lokað og ég þarf að vita nákvæmlega hvað þið hyggist gera í því máli. Gætirðu útskýrt það fyrir mér? Árni svarar. Já, þetta var útskýrt í bréfi sem við sendum í fyrrakvöld frá viðskiptaráðuneytinu. Eftir það höfum við sett ný lög forgang innistæðna og höfum veitt FMA, Íslenska fjármálaeftirlitinu, heimil til þess að fara í bankana, sambærileg löggjöf og þið hafið í Bretlandi og Landsbanki nú undir stjórn fjármálaeftirlitsins og þeir eru að vinna að því hvernig ég að gera þessa hluti, en ég held að þessi löggjöf hjálpi við að greiða úr þessum vanda. Alister spyr, hvað með eigendur innistæðna hjá ykkur sem eiga innistæður í útibúum í London? Árni svarar, við höfum tryggingasjóð innlána samkvæmt direktífinu og hvernig hann starfar útskýrt í bréfinu og sömuleiðis lofar stjórnvalda stuðning við sjóðinn. Alister spyr, svo réttindi almennings í þessu efni að ég tel 16.000 pund og það upphæðin sem fólk fær. Árni svarar, tja, ég vona að það verði tilfellið. Ég get ekki kveðið skýrt úr það eða tryggt það núna, en vissulega vinnum við að því að leysa úr þessu máli. Við viljum sannarlega ekki hafa þetta hangandi yfir höfðu okkar. Alister segir, fólk spyr okkur nú þegar hvað sé að vera þarna. Hvenær verðið þið búnir að greiða úr þessu? Árni svarar, eiginlega get ég ekki sagt það, en ég tel að það sé best að fjármálaeftirliti hjá ykkur sé í sambandi við fjármálaeftirliti hér hvernig tímasetningin á þessu verður. Alister, skil ég það rétt að þið tryggið innistæður íslenskra sparifjáreigenda? Árni svarar, já, við tryggjum innistæður í bönkum og útibúum banka hér á Íslandi. Alister spyr, en ekki í útibúum utan Íslands? Árni svarar, nei, ekki utan við það sem nú þegar hefur verið tekið fram í bréfinu sem við sendum. Alister spyr, en það ekki í andstöðu við samningin Evrópska efnahagssvæðið? Árni svarar, nei, það teljum við ekki og reyndar telji það verið í samræmi við það sem aðrar þjóðir hafa verið að gera undanfarna daga. Alister segir, jæja, við lentum ekki í slíkum vanda með Northern Rock. Ekki skipti máli hvar maður hafði spariféð sitt við ábyrgðust sparnað fólks. Árni svarar, nú það var allavega í byrjun deilt það, en ég þykist vita að þið hafi svo greitt úr því. Alister segir, vandinn, og ég hef skilning á vanda ykkar, en vandinn að hér hafið þið fólk sem lagði inn fé í bankan hér og það kemst svo að því, nú að þið hafið ákveðið að gæta ekki hagsmuna þess. Það spillir ákaflega mikið fyrir Íslandi síðar meir. Árni svarar, já, við gerum okkur það ljóst og við reynum eftir okkar fremsta megni að það verði ekki vandamál. Við erum í afar erfiðri stöðu. Alister segir, já, ég átta mig á því. Árni segir, og bara í þessari viku, þar sem við getum ekki leyst úr vandanum innanlands, þá getum við lítið gert í því sem gerist utan landsteinuna. Við verðum fyrst að leysa úr málum hér innanlands og þá reynum við allt í okkar valdi og ég persónulega bjartsýnn á að lögin sem samþykkt voru í gær styrki þann þátt í þessu. Og auðvitað gerum við okkur ljóst hvað gæti gerst og það viljum við ekki. Alister, já. Árni, en það líka svo ráðherra að við höfum mánuðum saman reynt að ræða við alla nálægt okkur og reynt að segja þeim að við séum í vanda og beðum stuðning
og raunin hefur verið sú að stuðningurinn hefur verið mjög lítill. Alistair segir, ég veit það, en ég verð að segja eins og að þegar ég hitti kollega þína og þá hina, þá í raun kemur í ljós að það sem okkur var sagt reyndist ekki rétt. Ég hafði mjög miklar áhyggjur af stöðu bankans í London og þeir héldu áfram að segja okkur að ekkert væri að óttast. Og þú veist, í þeirri stöðu sem við erum núna, þá hér í þessu landi fjöldi fólk sem lagði inn fé og það kemur til með að tapa ansi miklu af peningum og það fólk mun eiga erfitt með að skilja hvernig það gerðist. Árni svarar, ég vona að það verði ekki raunin. Ég var ekki á fundinum svo ég get ekki sagt neitt. Alistair segir, ég veit það reyndar, geturðu sagt mér hvort tryggingasjóðurinn sem þú vísar til ráði yfir fé til útborgunar. Árni svarar, eitthvað fé í honum, en eins og háttað flesta þessa sjóði það takmarkað í samanburði við aðsteðjandi kröfur. Alistair svarar, einmitt, svo þú veist það ekki. Ég skil. Ég þarf að vita þetta svo ég viti hvað ég geti sagt fólki. Það mögulegt að ekki sé nægjanlegt fé í sjóðnum, það rétt? Árni svarar, já, reyndar það alveg mögulegt. Alistair segir, það hræðileg staða. Árni svarar, já, við erum í hræðilegri stöðu hér og lögin sem við stóðum að því að samþykkja síðastliðnu nótt eru neyðarlög og eins og ég segi, þá erum við að reyna að treysta ástandi hér innanlands svo við getum mætt aðstæðum annar staðar. Alistair segir, ég tek það því sem svo að loforðið sem Landsbankinn gaf okkur að hann fengi 200 milljónir punda í reiðufé sé einnig fyrir bí. Árni svarar, já, þeir fengu ekki það fé. Alistair segir, veistu, ég skil svo sem afstöðu þína. Þú verður að gera þér ljóst að orðspóð þjóða þinnar býður hræðilega hnekki. Árni svarar, já, við gerum okkur það ljóst. Við reynum allt sem í okkar valdi stendur til að komast hjá því. Við þurfum að tryggja ástandið innanlands áður en ég get lofa þér einhverju öðru. Alistair svarar, auðvitað, ég væri þakkláttur fyrir alla aðstoð sem þú getur veitt. Sjálfsagt, segir Árni. Vissulega, segir Alistair, við erum að útskýra fyrir fólki hér það sem hefur gerst. Það mun auðvitað á nefa hafa afleiðingar í för með sér fyrir aðra. Þetta afar erfið staða þar sem fólk taldi sig tryggt og kem svo að því að tryggingasjóðurinn innistæðu laus. Árni svarar, já, eins og ég sagði í bréfinu, Alistair grípur fram í, gott og vel, ég þigg alla þá aðstoð sem þú getur veitt. Árni svarar, já, við þurfum að koma á sambandi milli fjármálaeftirlits þjóðana út af. Alistair grípur inn í, já, ég veit að þau verði í sambandi. Ég veit að þú varst ekki á fundinum og tókst ekki þátt í honum. Við efumst það sem okkur var sagt og ég óttast að við höfum haft rétt fyrir okkur. Árni svarar, já, það má vera. Alistair segir, hvað sem því líður vertu endilega í sambandi, allt sem þið geti gert til hjálpar þið að miklu gagni. Árni svarar, já, ef það eitthvað ykkar megin verið þá í sambandi. Alistair segir, gott og vel, ég geri það, þakka þér kærlega fyrir, þakka þér sömuleiðis. Kastljós hefur óskað eftir afriti af bréfinu sem vísaði til í samtalinu og fór á milli ráðamanna þjóðana. Fundurinn sem vísaði til í samtalinu var á milli Björgvins G. Sigurðssonar, viðskiptaráðherra, og Alistair Darlings fjármálaráðherra Bretlands í byrjun september.